Jæja, góðir áhrendur, velkomnir í sjónvarslausa fimmtudaga númer 134. Við sitjum hérna á mánudagskvöldi í hljóðverinu. Það var að klárast fyrsta umræða þingsályktunartillögu ríkisstjórnarinnar varðar áframhaldandi aðlögun að Evrópusambandinu. Sigmundur Davíð, hvernig svona þótti þér það hérna spilast allt saman? Já, kannski áður en þú byrjar. Ég eiginlega alveg brjálaður ennþá yfir því að ráðherrar virðast algjörlega hættir að svara í fyrirspurnatímum. Þetta algjörlega óþolandi. Það ekki nóg með að skriflegum fyrirspurnum sé ekki svarað. Og nú rifja ég upp að reglunum var breytt ekkert alls fyrir löngu, fyrir nokkrum árum, af því að það hefði gengið svo illa hjá ráðuneytunum að svara. Þannig að það var ákveðið að það fengi lengri frest. Ég held að það hafi verið gert ráð fyrir viku áður, eða hvað það var, en allavega fresturinn var lengdur og með þeim rökum að þá myndi menn geta skila svörum innan tímamarka. Tímanlega. Já. En það eru sjálfsögðu aldeilis ekki gengið eftir. En það sem að verra að í óundirbúnum fyrirspurnum til ráðherra eru ráðherrar eiginlega bara alveg hættir að svara. Og segja bara eitthvað. Segja bara eitthvað út í loftið. Alveg út í loftið og bara helst alltaf svona til hliðar við kjarnamálsins ef að í hann sést. Og þetta svona, ekki bara á Íslandi, þetta víða í þjóðþingum helsta ráð stjórnarandstöðu til að halda mönnum við efnið. Það að geta spurt ráðherra óundirbúið út í mál. Þeir mætu þetta alltaf með embættismannaskara með sér eða svona jafnan og oft lesa upp skrifað svar við óundirbúinni fyrirspurn en það nú eiginlega liðin til líka því að nú þeir bara farin að segja eins og þú nefndir eitthvað og tala eitthvað allt annað en spurt um. Já, algjörlega óþolandi og bara gengur gegn markmiðinu aðhaldshlutverk stjórnarandstöðu í gegnum þennan dagskrárlið þingsins. En þetta var svona, ég var að byrja á nöldurhorninu í dag. Já, ágætt að afgreiða það, en við þurfum samt að nöldra aðeins meira því að þessi fyrsta umræða þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu eftir því sem að heimurinn skilur það, aðild Íslands að Evrópusambandinu, fyrirvaralausa eins og þetta var síðast. Fyrirvaralausa, já. Hún var að því marki sem að stjórnarliðar yfir höfuð treystu sér til að taka þátt í umræðum þetta stærsta mál ríkisstjórnarinnar. Hún var af hálfu þeirra fyrst og fremst til þess fallin að reyna að villa fólki sín. Og þetta fólkið sem að talar hvað mest um það að það þurfa að treysta þjóðinni. Treystur ekki fyrir því að setja málið í samráðsgátt stjórnvalda sem til þess ætluð að almenningur geti kynnt sér mál og skoðun á þeim áður en þau komið þingið. Treyst sér ekki til að láta þingið og almenning á Íslandi, þjóðina, vita af því hvað til stæði fyrir að það var búið að koma fram í erlendum fjölmiðlum og á erlendum áráðissíðum Evrópusambandsins sem hafði fengið upplýsingarnar frá Brussel. Ekki utanríkismálanefnd? Ekki utanríkismálanefnd heldur. Það kom nú reyndar fram í svari við skriflegri fyrirspurn þegar það loksins bast að utanríkisráðherra Íslands hefði á árinu 2025 farið í 8 ferðir til Brussel og enga til Bandaríkjanna. En hún var þegar búin að hefja ferðalög sín á árinu 2024, ég held að verið eiginlega fyrsta embættisverkina að hoppa upp í flugvél til Brussel og hún búin að fara í nokkrar haldið mér svo að segja á þessu ári. Þannig að það orðnar allmargar og hefur greinilega eitthvað verið rætt á þessum ferðalögum því að erlendir miðlar komist á snóður um hvað íslensk stjórnvöld ætluðu sér. En þau höfðu greinilega kynnt það fyrir bæði Evrópusambandinu og hverjum sem að á vegi þeirra urðu þarna úti á annan hátt en það svo kynnt fyrir almenningi á Íslandi núna. Enda hljóta þau að vita það að ef að þau hefðu nálgast Evrópusambandið á þann hátt sem þau ætla að reyna að nálgast íslensku þjóðina
með því að segja, nei, við viljum ekkert að fara að greiða atkvæðum hvort við viljum með Evrópusambandið, við viljum bara fá að vita meira, við viljum bara klára að spjalla, þá hefðu menn gripið inn í og sagt, nei, býtu, hvað er það að reyna hérna aftur? Já. Svoleiðis að Er það ekki hérna gamla góða, hérna fool me once, Já. shame on you? fool me twice, shame on me. Akkurat. Þannig að því marki sem að ríkisstjórnin hefur kynnt þetta, fyrst á blaðamannafundi, svo lítilega í þinginu og aðeins í fjölmiðlum. Forsætisráðherra reyndar sagðist ekki ætla að taka þátt í umræðinni málið. Ótrúlegt. Vill væntanlega ekki bera ómikla ábyrgð á þessu, en að því marki sem að ríkisstjórnin og stjórnarliðar hafa rætt þetta, þá hefur það fyrst og fremst verið til þess að reyna að draga upp einhverja mynd sem að á ekkert skylt við raunveruleikann. Já, og sko, maður velti fyrir sér, þetta er auðvitað þingsályktun, ekki lagafrumvarp, þannig að þetta eru 2 umræður. Já. Er ekki svona gameplani hjá þeim, strategían að sko komast í gegnum þessa fyrstu umræðu án þess að skilja eftir mikið af ræðubútum sem hægt að herma upp á þau síðar. Já. Reyna síðan að klambrast í gegnum nefndar umsagnir og nefndar vinnuna. Já. Og koma síðan málinu inn til seinni umræðu, svona þannig að treysta á að menn svona taki ekki á móti og bara hætti við það augljósa verkefni og nauðsynlega að draga fram staðreyndir í málinu sem að þau hefðu sjálf átt að leggja fram. Stjórnarandstaðan var nú bara beinlínis vöruð við því að tala mikið um málið. Já, ég bara, það var nú kannski komið smá nasa þegar að þessi fyrra, var það ekki veiðigjaldamálinu? Ég held að ég hafi verið í pontu þegar atvinnuvegaráðherra Hanna Katrín Friðriksson var einhvers staðar í viðtali á einhverju útvarpsstöðinni og fullyrti að málþóf væri hafið í strandveiðimálinu. Já, þú varst einn af þeim fyrstu sem að... Ég var semst í ræður 4 í málinu, af öllum flokkum, sko. Það fyrsta ræða nokkurs þingmanns Miðflokksins. Þannig að þetta er auðvitað einhver svona sýndamennska og orðin bara svona taktík til að reyna að annars vegar espa sitt fólk upp í að garga á samfélagsmiðlum og hins vegar að gera stjórnarandstæðinga litla í sér hvað það varðar að standa í vörninni. Það auðvitað virkar ekki. Nei. En við erum nýkomnir af flokksráðsfundi Miðflokksins. Já. Þar var nú meiri skynsemi ríkjandi og meiri alvöru umræða. Alveg frábær fundur á Akureyri. Virkilega góður. Ég er reyndar tiltölulega nýkominn. Ég kom núna fyrr í dag af því að ég var einn af þessum 500 sem að festust þarna á leiðinni. Já. Vegna lokana, en fundurinn virkilega góður og algjör einhugur að standa vörð Ísland og fullveldi þess og leið að leitast við að standa vörð heilbrigða skynsemi og láta ekki leiða umræðuna með einhverjum villiljósum út í fú á mýri. Já, ég var alveg sérstaklega ánægður með þennan fund og bara flottar umræður þó að ræðan þín mjög góð og rammaðinn Evrópuvegferðina sem framundan er ásamt fleiru, öflug og góð stjórnmálaályktun og síðan bara góður andi og bærinn þetta var bara næstu eins og ég verið í útlöndum. Þarna var svona 4 stórir hópar, 2 skólar, eitt svona atvinnulífstengt grúpastór og svo við. Þetta var bara, Akureyri var upp á sitt besta. Já, gaman að vera á Akureyri. Og bara gott veður. Þannig að þetta var alveg frábært. Já, eins og alltaf, nákvæmlega, ég segi söguna því einhvern tíma síðar. Ég bjó nú reyndar fyrstu 2 árin á Akureyri. Þannig að Fyrstu 2 árin? Já, ég man ekki mikið eftir því. Á æviðinni? En mamma heitin trillaði mér upp brekkuna í Kerru. Já, þú er aldrei samt með þetta. Nei, það það er norðaustur í mig líka.
Þannig að þú ert eiginlega born og badfættur Akureyringur. Nei, ég fæddist á Akranesi, Já, eins og meira og minn allir ábyrna vestlendingum á þeim tíma. En en já, þetta var virkilega vel hefnað og tókst allt upp á 10 þangað til svona mönnum gekk vel að komast heim til sín. Það var auðvitað nokkrir reynsluboltar sem að fóru strax þarna á laugardagskvöldið. já, Einar Birgir og svona menn sem kunna að lesa í þetta allt saman. já, Þeir drifu sig heim. Svo voru aðrir sem keyrðu svona misfastir eftir því hvenær þeir fóru af stað. ég veit. En þið gistuð í í Laugarbrekku? Nei, Laugagerði? Nei, já, Nú er einhver meinloka. Við getum ekki sagt frá því hvernig við erum að taka þennan þátt upp því að þingfundur kláraðist að ganga miðnætti. Já. Laugabakki. Laugabakka, já, nákvæmlega. Já, Prýðis hóteli sem búið að... Já, búið að taka í gegn. Mjög flott aðstaða komin þar. Já, Og þar voru það voru ekkert, fylltist þið ekki bara rétt eftir að þið komið hann inn? jú, við vorum það skynsamir sem að vorum saman í bíl að þegar við sáum að það væri búið að loka Holtavörður heiðinni þá væri nú kannski ekki vænlegt að tróðfylla staðskála og býða þar upp á von og ofan. Þannig að við tókum beina Já, skynsamlegt. á Laugabakka og hótel Laugabakka og fengum þar herbyggi en hefðum ekki mátt seinni vera því að það fylltist þar allt saman bara á korteri eða rúmlega það eftir að við komum. Já. En það eru fleiri sem ætla að koma úr Norðausturkjördæmi heldur en við af flokksráðsfundunum okkar. Já. Koma gestir á eftir, góðir. Já, heldur betur. Og það eru þetta ákveðin tímamót. Við höfum fengið gesti áður en við höfum ekki gert kannski nógu mikið að því. En aðstæður kalla á það að við fáum ólík sjónarhorn. Þannig að hér mæta menn með kannski alveg gjör ólíkar skoðanir á því sem er að gerast. Það kemur í ljós. En þetta stóra mál sem að þessi sprengja sem er búið að kasta inn í þinginu og ná inn í samfélagið, hún krefst umræðu hvort sem að ríkisstjórninni líkar betur eða verra. Já, það er bara þannig. Til okkar ætla að koma rétt á eftir Þórarinn Ingi Pétursson, þingmaður Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi og Jens Garðar Helgason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi og varaformaður Sjálfstæðisflokksins. Þetta verður vel mannað við borðið. Heldur betur og ég bara hlakka til. Já, en þetta það er svona, síðan það er komið dagskrá morgundagsins og það er eins og það að henda inn bara, öllum erfiðum málunum núna. Þetta verður svona snúin stað í þinginu næstu núna fram að páskahlíð þessar 2 vikur sem eftir eru fram að því. Já, núna rétt áður en að upptakan hófst þá sáum við dagskrá morgundagsins og það á bara greinilega að henda inn öllum erfiðustu og vanhugsuðustu og umdeldustu málum ríkisstjórnarinnar. Já. Hverju eftir öðru. Væntanlega í trausti þess að ef það er of mikið af vondum málum í einu þá eigi menn erfitt með að skipuleggja vörnina. Já, einmitt. Sem getur svo sem verið ágætis tragedía fyrir einhverja sem þurfa að koma miklu af vondu dóti í gegn. Já, en þá þekkja þau okkur ekki. Nei, það er nú svona líklegast. Herðu, nú sýnist mér þeir vera að banka upp á í hljóðverinu. Já, hleypaðu minn. Hleyptiði minn. Jæja, þá eru mættir í stúdíó til okkar 2 höfðingjar, gestir þáttarins, Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, Þórarinn Ingi Pétursson, þingmaður Framsóknarflokksins í Norðausturkjördæmi. Sigmundur, þetta er ekki alslæmar sendingar. Nei, þetta getur orðið áhugavert. Myndur ekki segja að þetta væri svona miðflokksarmar Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins? Jú, ég held að ekki einu sinni þeir muni gera ágreiningu um það. Þeir áttu engan séns. Margir myndu Lilju vilja hafa kveðið. Eruð velkomnir strákar. Takk. Eruð það stuðið í þinginu? Já, heldur betur. Haldið þetta sé systematískar árásir á atvinnulíf og verðmætasköpun eða bara tilvílanakennt og þetta bara raða svona?
Sko, ég náttúrulega trúiði bara ekki að að menn séu, Svona svo við byrjum bara léttunótunum. já, ég bara þetta er nú vonandi að sé tilvíðanarkennt en ég held að það sé samt ekki þannig. Þetta er bara skipulögð árás á atvinnulífið til að uppfylla þarfir og drauma sumra í ríkisstjórnarsamstarfinu en með það sem sáum síðast í dag þá held ég að það sé nú langt frá því að þetta sé eitthvað svona óvart. Þetta er bara aðför, Já. ekkert annað. Jenny, hvernig slæri þetta þig? Nei, þetta slær mig náttúrulega að þarna eru 3 flokkar sem mynda ríkisstjórn. 2 flokkar sem eru svona á vinstri vængnum og svo 1 populísku flokkur fólksins, sem er með alveg galin mál á sinni stefnuskrá. Og nú er að teiknast upp það sem þau voru svona að gera lítið úr að við varum að teikna upp þessa sviðsmynd og rauninni þessa tímalínu. Hvað er verið að fara að klára núna á vorþingi, að þau ætla að klára núna á vorþingi? Þau eru náttúrulega búin að klára grásleppuna, sem er náttúrulega alveg galið mál. Síðan er það að bara vega atvinnuöryggi margra byggðarlag út allt land með strandveiðum, með því að leggja niður línuívilnun og rækju skelfiskbætur og annað og til þess að auka í byggðapottana. En það sem er versta er að það er líka verið að keyra inn launavísitölumálið. Allt eru þetta mál flokks fólksins sem eru ákveðin aðgangsmiði fyrir því að Viðreisn geti í rauninni komið með sitt mál sem er það sem við erum búin að vera að ræða núna í 3 heila daga í þinginu í 1. umræðu og það er atkvæðagreiðslan að vita meira, eins og þau orða, að vita meira hvað er í boði hjá Evrópusambandinu. Þrátt fyrir allir sérfræðingar séu búin að segja að það sé ekkert að vita meira, það sé allt meitlaði stein. En nú er að teiknast þessi tímalína og er að teiknast upp í rauninni einhvern veginn hvernig þessi ríkisstjórn, þau eru búin að missa algjörlega tökin á efnahagsmálunum. Við stóðum hér allir í desember og vöruðum við afleiðingunum, ekki bara við, það var verkalýðsforystan, það voru samtök atvinnulífsins og ég veit ekki hverjir vöruðu ekki við því að allar þessar skatta- og gjaldahækkanir myndu leiða til aukinnar verðbólgu. Allt hefur þetta komið á daginn og jafnvel eiginlega verið verri afleiðingar en við bjuggumst við. Þannig að þau eru algjörlega búin að missa tökin á efnahagsmálunum og þá er mjög gott að núna er verið að búið að koma í gegn og er verið að koma í gegn svona helstu málum flokks fólksins sem að þau þurft að fá til þess að rauninni styðja við Evrópuleiðangurinn og þá er mjög gott að henda honum inn sem fyrst þegar að núna á miðvikudaginn er vaxtákurinn. Það þýðir að mjög líklega munu vextir hækka 25 púnta. Vextir er að fara að hækka aftur. Þau sem ætlaðu að berja niður vextina. Verðbólgan er á fleygiferð. Atvinnuleysi, við höfum ekki séð svona atvinnuleysistölur síðan í COVID og þetta er algjörlega stjórnlaust og þetta er það sem að í rauninni heimilin og fyrirtækin eru að horfa á í dag. Bara almenningur eru að horfa á rauninni og eru að takast á við þessar áskoranir og þá er rosalega gott að fá þingið, heitu pottana og kaffistofurnar og annað að fara að ræða Evrópusambandið og geta slegið inn nýjum frösum eins og við treystum þjóðinni, við vitum í rauninni ekkert hvað er í boði, við viljum bara vita meira. Þjóðin veit sínu viti. En ég bara treysti þjóðinni fullkomlega til að vita sínu viti í því málu, kannski ræðum við það aðeins seinna betur, en er þetta hannað, ég held að þau hafa farið á stað og þá fenguðu mikið meðbyr og það var mikil stemning og það var sungið mikið saman, þau eru miklu meira hættar að syngja saman, gengur allt út á það einhvern veginn að reyna að halda ráðherrum flokks fólksins sem fjærst þinginu og helst sem fjærst ræðustól alþingis og þetta er alltaf súrnað mjög mikið og maður sá það líka bara hvað var rauninni hlaupið til, þetta er ein opna þingsályktunin eitt stærsta mál Viðreisnar, þetta er ein opna og þingmennir frá stjórnarflokkunum sem koma upp
þetta var mjög þunnur 13. sem kom frá þeim, þannig að þetta var lítið undirbúið sem segir manni líka að það er bara ákveðar hlaupið þetta mál til þess að beina kastljósinu frá einhverju öðru heldur en í rauninni stærsta klúðrið þessar ríkisstjórnar sem eru efnahagsmál. Og forsætisráðherrann verður bara pirraður Já. ef hann er beðinn að ræða málið. Ég forsetir að vera pirraður og ákveða að mæta ekki umræður í þinginu sem er náttúrulega alveg galið með sitt stærsta málið að sinna ríkisstjórnar og hún ákveða að mæta ekki formönnum flokkana í Silfrinu kvöldið en hún fór í prívat drottningarviðtal á Speglinum hjá RÚV Og FM og svo fór hún á FM 957. Já. Það var hennar þáttaka í umræðinu eitt stærsta mál ríkisstjórnarinnar. En er þetta ekki svona einhverjum markið aldrei svipað þegar veiðigjaldamálinu var hendin ókláruð og ekki tilbúnu þegar ákveði vandamál kom upp innan stjórnarflokkarna á síðast? Já, ég held að það sé alveg, sko, ef við höldum okkur aðeins við, sko, og það sem tengis atvinnulífi og sjávarútvegi, sérstaklega, að, sko, nú er þessi tilfærsla og aðal áherslumál flokkfólksins 48 dagar í strandveiðar. Nú kom fram í dag. Ertu búin að gleyma 450.000 skatt og skerðingalust? Nei, ég ætlaði ekki að koma inn á það núna. En síðan var nú hérna, sko, þessi 48 dagar að það er búið að vera að reyna að finna dagana, lón og dón, og það var farið í aðförum að því að hræra í byggðakvótunum núna í vetur. Síðan kemur fram málið núna sem að breytir línuívilun rækju og skelbótum og út úr því koma 3,8 dagar í strandveiðar og leið og þú fer að hreyfa til innan sko þessa 5,3% kerfis og það er bara ákveðin stærð sem þar er inni og til þess að ná fram þessum 48 dögum þá þarf að hræra í öllu hinu og þetta setur náttúrulega sko alla atvinnu, heilsársatvinnu í uppnám. Já. Og að því að Jens Garðar myndi sérna áðan á grásleppuna og þá horfum við nú á þinn gamla heimabæ Bergþór sem að byggir á sko rækjuskelbótum fyrst og fremst skelbætur og síðan kemur grásleppan og þetta er svona undirstöðu atvinnugreinar fyrir utan ferðaþjónustu í Stykkishólmi. Já. Og þannig við getum haldið svona áfram og ég held að það sé þarna erum við að tala og þetta tengist allt held ég veiðigjalda umræðinu meir og minna og sem við tókum nú hraustlega þátt í þeirri umræðu það er enn hoggið í sko svona verðmætasköpun það sem að samfélögin hafa byggt á í gegnum tíðina og það er stórhættuleg þróun sem verið að fara í. En þau segja bara einhvað algjörlega úr tengslu við raunveruleikann í þessum málum. En fyrir ekki að þú tekur boltan hérna, sko, hérna eru þessar árásir á þau samfélög sem hafa notið aflaheimilda úr 5,3% pottinum sem félagslega potti, eru þessar árásir gera ekki að megin hluta til að lenda í norðaustur og norðvestur kjördæmi? Jú, ég held að þetta sé bara nánast allt þar. Ég meina, sko, eins og bara ef ég tek hérna kjördæmið okkar þriggja hérna, Tóta og Simma og mín. Ég fæði vera áfram í norðvestur í þessu samtali. Og þú ert fulltrúi norðvestur í þessu samtali. En sko, þá horfum maður á bara eins og Raufarhöfn, Bakkafjörð og Breiðdalsvík, svo ég nefni eitthvað, og jafnvel á Djúpavogi, að þá sko sérstaklega eins og Raufarhöfn, Bakkafjörð og Breiðdalsvík, þá skipta þessi byggðakvótar, þeir eru í rauninni forsendan fyrir því að það sé hægt að halda þarna úti heilsársútgerð og heilsársstörfum. Og þarna sér maður þeirra svona populísku flokkur eins og miðflokkurinn. Nei, hérna flokkur fólksins. Veit þú fara út? Flokkur fólksins. Það er bara 3 hérna áfram. Populísku flokkur, þú bara bípar þetta út. Já. En hérna populísku flokkur eins og flokkur fólksins, þegar hann kemur og hugsar bara ákveðin hóp, ákveðin loforð. Og í rauninni skiptir engu máli hverjar afleiðingarnar eru fyrir annað fólk.
þeim virðist bara vera alveg sama þó svo að vinnsla leggist af í þessum litlu þorpum og í norðvestur, ég meina þínu gamla kjördæmibeggi, ég meina þar ertu með þessi litlu pláss á vestfjörðum eins og Drangsnes, Þingeyri, Suðureyri, Flateyri og fleiri staði þar sem þetta mun hafa alveg gríðarleg áhrif. En oft eru líka afleiðingarnar slæmar fyrir fólki sem þau þykjast vera að vinna fyrir. Það sér maður í mörgum málum þeirra að þetta er allt byggt á einhverjum búðamennsku að jafnvel fólkið sem að þau þykjast vera að berjast fyrir, það mun fara illa út úr þessu þegar raunveruleikinn bankar upp á. Sko, þau sjá bara fyrir sér til dæmis að það sé ekkert mál að taka þessar þetta svigrúm, þessar heimildir af ákveðnum sveitafélögum, svo við einföldum þá umræðu, taka það af ákveðnum svæðum en sko beina síðan sko til sömu svæða sértækum byggðakvóta að því að allt fari í steik sko. Já, en málið þau eru líka bara að skerða sértæka byggðakvótan, þau munu líka fara í byggðakvótana að því að bara eins og Tóti bendir réttilega á bara almenni byggðakvótan alveg. Það sem þau eru að fella niður núna eru 3,8 dagar sko. Já. Þetta eru tæpir 4 dagar í fullri vreiði standröði sem að mun koma sko hrikalega niður á stöðum eins og Hólminum. Og fleiri stöðum og mörgum svona einstaklingsútgerðum, litlum útgerðum þá sem kannski með einn bát og það sem menn er að treysta á þessi úrræði sem eru svona viðbót við kvótan og ég meina að þessi byggðakvótar eru til þess að treysta ákveðna byggðir og treysta svona stoðir ákveðna byggða og það er bara verið að kippa þessum stoðum undan og það ætla að setja þetta í strandveðarnar og það getur vel verið að það verði einhverju verslið þarna í sjoppunu rétti við sumarið sko. En ég meina strandveiðarnar eru nú þegar úthlutað með 10.000 tonn. Strandveiðarnar af þessum 5,3% eru með 10.000 tonn. Og það var alveg í bærilegri sátt. Það var bara í bærilegri sátt og nota bene strandveiðarnar eru búin að aukast úr 3.900 tonnum þegar uppáflega úthlutað upp í 10.000 tonn. En núna á að vega að hinum úrræðunum sem að það mun verða blóðtaka fyrir ákveðin samfélög. Ég hugsa að þetta verði bara verulega dýrt fyrir þessi samfélög og sko því að við rættum þetta mjög mikið hérna síðastliðið vor í veiðigjöldunum og þessi sömu samfélög sem voru að taka á sig hækkunum veiðigjöldum til dæmis eins og fyrir vestan á Suðureyri til dæmis, Ísaga að þú veist Óðinn Gestsson hefur nú bara lýst svona yfirvofandi Íslandssaga yfirvofandi svona hægfara dauðdaga rekstursins þar og algjörlega og þú veist og það er bara akkurat svona mynd sem verður dregin upp og við getum alltaf séð hvað gerist og náttúrulega við förum á Nesið líka sko Snæfellsnesi þá eru þarna bæði á Grundarfirði Stykkishólmi eru þarna útgerðir sem að byggja allt sitt á þessum hluta og ef þú fer að hræra í því eins og Jens Skar kom inn áðan varðandi Raufarhöfn, Bakkafjörð Djúpóur, vantarlega eitthvað aðeins á Borgarfirði Breiðdalsvík og eitthvað á Borgarfirði Eystri sömuleiðis að þá hefur þetta mjög neikvæð áhrif og ef þú ætlar að yfirfæra það eins og þau tala að strandveiðarnar vegi bara eftir að rífa þetta allt í gang afnema kvótasetningu og gráslepp og þá bara blómstrar hefur byggðir allt land líka það vita það allir sem hafa staðið í rekstri þetta virkar aldrei sko. Nei, ég held að það blasir við öllum sem svona horfa á þetta svona bærilega svona opnum, skynsumum, hlutlausum augum en þetta er enga staðan sem við finnum okkur í. Það er hvert máli að fætur öðru sem að er í rauninni svona mótrækt rekstrarskilur fyrirtæki sem stunda sinn rekstur. Ég meina, það er ekki eitt, það er allt. Já, við sjáum þetta í sjávarútveginum, sjáum þetta í ferðaþjónustunni, sjáum þetta í orkufreka iðnaðinum, veiðigjöldin þetta voru stóra kýlingin á fyrsta þingi þessar ríkisstjórnar. Vinnslan þegar byrjuð að færast út. Útflutningur af óunnum fiski í gámum hefur vaxið umtalsvert og bara þetta er allt á sömu bókina lært
og þá hlýtur maður að spyrja sig, sko, ok, þeir búið að leggja til atlögu við sjávarútveginn, ferðaþjónustuna, orkuframleiðslan er svona í vinslu. Landbúnaður lengi verið í skrúfstykkinu. Landbúnaður verið í skrúfstykkinu lengi. Bara hvað er eftir þessum frum verðmætasköpunargreinum? Þegar náttúrulega drepa landbúnaðinn endalega með því að gangi að Evrópusambandið. Já, það er kannski... Það liggur alveg fyrir. Svo er þetta, sko, bara því að þú komst nú inn á það í ræðu þinni áðan, Tóti, hérna, bara frjálst flæði matvæla af svæðinu. Sko, ég var nú að skoða það þegar hérna var verið að, og það er auðvitað vilji til þess holt og bolt að styðja vel við Úkraínu nú stundir. En til dæmis innflutningur á, sko, kjúklingabringum þaðan, þetta er náttúrulega bara að flytja inn efnavopn. Er þetta að lýsa þessu nokkuð öðruvísi, Tóti? Nei, sko, ég var nú hérna á þinginu þegar að þessi heimild er gefin á sínu tíma og ég var hérna líka þegar að hérna, það var svona dregin lína í sandinn hvað það var að skrúa fyrir þetta vegna þess að þá vissum við að þá voru á leiðinni fullir gámar af nautakjöti, kjúklingakjöti og svínakjöti. Og þetta voru ekki bara kjúklingabringur, sko, langt í frá. Og hérna, við sjáum það alveg í hend okkar þegar að, sko, tollvendin er tekin úr sambandi. Það er að segja að verði þeirra vilji að hérna, við göngum það í þetta samband, að þá gerist það náttúrulega óhjákvæmilega að það ryðst hérna inn gríðalt magn á stuttum tíma, drekkir öllum markaðnum, innlenda markaðnum og innlenda framleiðslan þó svo að þið farið svo leið að eins og Finnar og Svíar fóru í að styrkja sína framleiðslu norðan við 6.000 og aðra breytagráðu sem þeir borga sjálfur fyrir. Sem þeir borga algjörlega sjálfur fyrir en það er aldrei nóg. Og þessi aðferðafræði sem verið er að beita hvort sem er í sjávarútvegi, orkufrekum iðnaði, ferðaþjónustu og öðru, það virðist vera bara kepli að draga úr allri framleiðslu verðmætasköpun á landsbyggðinni. Já. Þetta er einhvern veginn daldið eins og, sko, dellu-vegferðin sem Evrópusambandið er búið að vera á núna allnokkra hríð, að reyna að hrekja alla framleiðslu til landa sem menga meira til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það var ótrúlegum árangri því. Ótrúlegum. Ég hef hort á embættismenn sína hvernig tölurnar hafa fallið út frá þessari ETS-umræðu. Hvernig tölurnar hafa fallið, sko, en þetta minnir mig alltaf á sketsin hérna þáttinn í hérna Yes Prime Minister sem að þeim munu nú allir vel eftir að hérna þegar hann fór að skoða best rekna sjúkrahús Bretlands og þetta var allt algjörlega í blóma og ástæðan fyrir það var svona vel rekjað því það voru engin sjúklingar. Þá kom það sem sagt það voru engin sjúklingar á sjúkrahúsinu. Þess vegna var það svona vel rekið, gekk svona vel. Og það er svolítið eins og með Evrópusambandið að þeir eru búin að þeir eru sko markvisst að vinna í því að rekja iðnað og annað með alls konar reglum og reglusetningu og bara síðasta skoðanakönnun hjá evrópskum fyrirtækjum er að 80% telja að þeir sé bara álvan sé að tapa samkeppnishæfninni. Að þá mæta embættismennir og benda á að nú sé þeir að sko minka hérna kolefnissporið. En þeir eru ekki að minka kolefnissporið, þeir eru bara búin að færa störfin og iðnaðinn úr álfunni. Já. Og eftir situr bara fátækari álfa fyrir vikið. En einhverjir embættismenn sem fá peningana frá Guði, þeir eru ekkert að pæli því, þeir sjá bara línuriti fara niður, en velta ekkert fyrir sér afleiðingunum. Og bara tökum sem dæmi flugið. Flugið hefur er að færast frá Frankfurt til Istanbul, af því að það er ekki ETS-einingar borgaðar í Istanbul. Það er verið að byggja hafnir í Norður Afríku, svo að skipafélögin þurfi ekki að borga ETS-einingar með því að skipa í hérna Evrópu. Svona getum við haldið áfram. Og þeir vilja helst borga bændum fyrir að framleiða ekki? Já, og ég hef verið á Írlandi og þar... Þangað til bændurnir hætta að framleiða, þá vil ég þær ekki lengur borga fyrir að framleiða ekki. Já, ég hef verið á Írlandi þar sem að einn hérna, við vorum að keyra þá benda mér á að hérna, frændans átti stórt og fallegt bíl og eina sem hann þurfti að gera, hann fekk 1.000.000 pund á ári fyrir það að halda jörðinni snirtilegri. Það leit út eins og blómlegt bú og slegið og svona,
en sem sagt, hann fekk greitt fyrir það að framleiða ekki mjólk eða neitt á jörðinni. Í Hollandi, einu besta landbúnaðarlandi sem fyrirfinnst, þar voru þeir að styrkja það að landið yrði sögt af því að þeir veittu styrki til þess að færa landið aftur í upprunalegt torf. Og bara hinum einn byggja þeir varnargarða til að halda vatninu frá byggðinni. En sko, þetta er auðvitað einhver svona sko gargandi sjálfskaði bara sem er í gangi hérna í Evrópu dagana langa. En sko, hvað þarf til að vinda ofan að þessu? Ég veit það, Tóti, á hverju er ekki bændamótmæli hérna? Á hverju komið ekki með svona góðan stappa Mikið dreifaran á, Skagafirðinum eins og gerir í Evrópu. og hendið svona ostasneiðum í þinghúsið? Já, þetta er góð spurning og framöndan er búnaðþing og ég held að sé verði nú æskilegt að við þingmenn látum sjá okkur þar og og ég held að sé mjög mikilvægt líka að við svona ítum aðeins við bændastéttinni. Þekki að sjálfur sem bóndi að bændur eru svona frekar seinþreyttir til vandræða. En við munum það líka þegar að hefur svona gefið á bátinn að þá hafa bændur látið heyra hraustlega í sér og ég var mjög ánægður með það bara hvernig þau mættu til leiks í Evrópuumræðinu og við getum lesið það í bændablaðinu og Akkúrat. sem formaður bændasamtakana hefur látið hafa eftir sér og sömuleiðis framkvæmdastjóri. Og taka svolítið á móti og það er held ég að það sem er verkefni okkar hér í stjórnarandstöðu að smita út til almennings hvað er verið að gera. En Tóti, má ég vera aðeins ögrandi við núna? Gjörðu svo vel. Forsvarsmenn bænda, hafa þeir alltaf verið nógu harðir í baráttunni af því að bændur hefur mér sýnst í eðli sínum vera mjög hófsamt fólk og bara einhvern veginn treystir á sanngirni frá stjórnvöldum að hún hljóta að koma fyrir það síðar. En hafa ekki svona tekið slaginn að samanskapi og Beggi var að nefna og Jenny í Evrópu á meðan að allar aðrar stéttir ganga býsna hart fram við að verja sína hagsmuni og oft látið undan því. Það held ég að þetta er mörguleyti rétt, Sigmundur, sko. Það sem að held ég að hái bændastéttinni hvað mest er það að bændastéttin hefur í gegnum tíðin alltaf verið háð því að eiga jákvætt uppbyggilegt samtal við stjórnvöld hverju sinni og hafa ekki viljað að rugga bátnum. En við sjáum það ef að þú veitir ekki viðspyrnu þá gefur alltaf eftir. Og gott dæmi er tollverndin, hvert hún er komin. Tollvernd sjálfur sér þó að menn færi mjög mikið í því að hún sé af hinu illa, þá hefur hún gefið alveg gríðarlega eftir á mjög mörgum sviðum og það er mjög margir sem halda að það sé öll framleiðsla í botni í tollum. Því fer fjarri og það er til dæmis eins og með lambakjötið, það er engir tollar varðandi innflutningu á lambakjöti til Íslands. Ísland er eitt opnasta land í heimi. Já, það er þannig og við sjáum það líka að tollutir heldur engu í nautakjöti, engu í svínum, en hún heldur ennþá í kjúklingum. Síðan getum við farið mjög varðandi garðyrkjuna og blómaræktinu og annað, að jú, hún heldur einhverju þar en hún hefur gefið gríðarlega eftir og það er kannski það sem að gæti nú verið til þess að æsa bændur upp eins og Sigmundur er nú að tala um að sjá hvað bræður þeirra í Evrópu hafa þurft að fara í gegnum þegar að öll tollvernd er farin. Já. Og hvaðirnar allar. Allar hvaðirnar. Okkar bændum er alltaf að fylgja eftir. Út í ystu æsar. Já. Langt umfram það sem er í Evrópusambandinu sjálfu. Já. En ég held nú að svona, ef við ætlum að horfa á það hvernig við spyrjum við fótum í þeirri umræðu sem er núna, hvort sem að það snýr að því að kollvarpa hér atvinnusköpun og verðmætasköpun í sjávarbyggðum landsins, sömuleiðis varðandi landbúnaðinn, að
þá gerist það ekki öðru sér heldur en með samsöldu átaki okkar hér í stjórnaraðstöðu sem hefum einhverja mögulega tengingu en þá við verðmætasköpun og þeirra sem er á stunda verðmætasköpun. Ég bara kannski til þess að svona loka þessu á minni hálfu, ef við ætlum nú kannski að fara í eitthvað annað, en sko í mínum huga, við getum rætt ýmis mál, við getum rætt tollamál, við getum rætt landbúnað, sjávarútveg, bara hvað sem er, orku, alls konar útfærslu, styrki, hvað við þurfum að borga og allt þetta. En í mínum huga þá snýst þetta síðan í lok eitt mál og ég treysti þjóðinni þar. Menn geta haft hinar þessar skoðanir á alls konar svona vinklum varandi þessu umræðu. En í mínum huga þegar við horfum á í rauninni að það eru 82 ár síðan að við verðum sjálfstæð þjóð. 1944 þegar að Evrópa og Asía eru rústir einar, við erum 129.000 fátækasta þjóð Evrópu. Eða með fátækastu þjóðum Evrópu. Núna í júní eru verða 50 ár liðin frá því að við skrifum undir samkomulagið um landhelgina. Sem sagt, landhelgisteilunni lauk. Þorskastríðin við Bretana. Og ef við horfum á það hvað við höfum lagt á okkur sem þjóð, fátæk þjóð og líka þjóð sem er búin að ná alveg ótrúlegum árangi sem þjóða meðal þjóða og sjálfstæð þjóð, að ef við horfum á í rauninni hvað við höfum lagt á okkur, gríðarlega miklar fórnir og tekið slægin eins og í þorskastríðun, að þá velti maður fyrir sér, eru við alvöru núna ein ríkasta þjóð í heimi, ef ekki ríkasta þjóð í heimi, að velta því í alvörunni fyrir okkur, að fara að framselja fjöregg þjóðarinnar sem eru auðlindir þjóðarinnar, fara að afsala hér hluta fullveldi landsins til einhvers útlends ríkjasambands. Sem er í tómri stein. Já, en ég bara, þú veist, bara, þó það væri allt kúmba jaða niður frá, sko. En bara það að við séum áratugum eftir að við náðum þessum áfangasigrum að þá, og þarna treysti ég þjóðinni, að þarna muni þjóðin segja nei. En við förum aðeins í Evrópusambandið í lokin, en í millitíðinni þá verðum við eiginlega að ræða aðeins svona hitt lausnargjaldið sem að Viðreisn og Samfylking er að greiða Flokki fólksins fyrir það að fá að koma Evrópumálinu áfram. Við erum búin að nefna grásleppuna. Hitt er vísitölutenging. Má ég spyrja hérna góðu gest okkar aðeins skoðan þeirra á ákveðnu máli sem tengist þessu. Teljið þið að almenningur gerir sér grein fyrir hvað þetta raunverulega snýst? Þetta mál er mjög sérstakt að því leyti að ég man ekki á mínum þingferli sem er nú orðinn alllangur eftir öðru máli þar sem að eins margir aðilar úr ólíkum áttum hafa samanest það að reyna að vara þingið við því að verið að gera mistök. Það er ASÍ og það eru atvinnurekendur. Það eru læknar, það er fjármálaráðuneytið sjálft. Og fjármálaráð. Og fjármálaráð ríkisins sem hafa verið svona einhvers konar öryggisheimill sem hafa varað við þessu. En vegna þess hversu umbúðakennd stjórnmálin er orðin, þá óttast ég að margir átti sér ekki á því hvað er þarna að ræða og eitt af því sem er að ræða er að það var að taka peninga eldri borgara sem hafa unnið allt sitt líf, safnað upp í sjóði og útdeila þeim annað. Og þetta mun ekki á heildina litið, held ég með sjó að segja, gagnast eldri borgurum sérstaklega vel. Og ég ætla að bæta því við að ég held að þetta muni ekki gagnast öryrkjum sérstaklega vel þegar á heildina litið ef búið er til kerfi sem að myndar sterkan hvata til þess að vinna ekki. Myndar sterkan hvata til þess að á ýmsum forsendum, og það er alltaf verið að fjölga þeim, skrá sig á ákveðin lífeyri, og það verður alltaf færri og færri til að standa undir þeim lífeyri, þá getur það ekki enda með öðrun því að það verði minna til skiptana fyrir þá sem þurfa raunverulega á aðstöðuna að halda. Ég bara tek heilsugar undir þetta og það er náttúrulega það sem við erum að gera er að sko þetta hljómar kannski mjög lítilvægt að hætta að miða við launaþróun og fara að miða við launavísitölu
og festa þetta við þróun launavísitölu. Þó alltaf með því fororði að sko neysluvísitalan, sko, ef hún er hærri, það sem hækka meira, það ræður. Megum ekki gleyma því þegar verðbólgan há að þá það sko vinnandi fólk þessa land sem tekur á sig kaupmáttarýrnun í verðbólgu. Það bara þannig að það krónurnar sem þú færð útborgar næstu mánaðamót eru minna virði heldur en þær voru. En það ákveðin hópur sem alltaf verðtryggður og ekki nóg með það heldur sko með launavísitöluna líka ef hún hærri. Það sem að við erum að gera með þessu að við erum að setja 15 af ríkisútgjöldunum á sjálfstýringu. Verður stjórnlaust og það í rauninni alveg ótrúlegt að þetta mál skuli vera komið svona langt og þetta mál sé að fara inn í 3. umræðu núna á morgun í þinginu. Já, já. Og rétt eins og Sigmundur bendir á að Seðlabankinn og þau neituðu að taka Seðlabankann inn sem gesti, sko, hugsa sér það sko þeir var neitað að Seðlabankinn kæmi inn til þess að ræða þetta mál og núna seinast læknar og núna eru læknarnir að tala það að það hefur aldrei verið meiri aðsókn í það að komast á bætur og þetta óhugnarleg þróun og á endanum verður kerfi ósjálfbært og það sem hættulegast að við verðum búin að búa til kerfi þar sem að þeir sem á kerfinu þurfa að halda munu líða fyrir það að við séum búin að búa til þetta kerfi. Akkurat. Og ellilífeyrisþegar, bara þannig því sem komið á framfæri líka, þeir sem eru að borga í lífeyrissjóð í dag, þeir munu horfa upp á það að fá skertan lífeyrissjóð að því að bæturnar eru búin að hækka svo mikið sem þýðir það að örorkubyrðin í sjóðunum búin að hækka mikið og hvað þá gert? Að þá eru allar greiðslur skertar. Og þetta rennur ekki einu svona allt til Íslendinga. Því að þetta mun stuðla að enn meiri straumi fólks sem að kemur hingað til að nýta kerfið. En það sem hefur pirrað mig dálítið svona á fyrri hluta umræðu þessa máls einhvern veginn þessi mynd sem að sko stjórnarliðar drógu upp og tóku þeir nú eins og í svo mörgum öðrum vondum málum lítið þátt í umræðinni en svona á samfélagsmiðlum og Inga Sæland gasar þetta á Facebook og hvað þetta heitir allt saman. En það verið að teikna upp á mynd að sko menn sé að vinna sko gegn hagsmunum þeirra sem minnst mega sín. Þegar staðreyndin svo að sko þeir sem fara verst út úr verðbólguskotunum sem þetta mun tryggara eru þeir sem minnst hafa á milli handana og sko bara gott og vel tökum bara ákvörðunum að bæta hag eldri borgara og öryrkja þó ég vil nú alltaf fara varlega að tala þessa hópa sem sko þetta eru aðskildir hópar en ef að sko þingið vill gera það gerum það þá en bara ekki svona. Ég held að séu allir sammálum nema þessi 3 hagfræðingar, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra, þau vitu þetta bæði betur. Þau eru bara að borga lausnagjald til þess að fá að nota 10 atkvæði Flokks fólksins inn í þingsal. Og síðan Gylfi Magnússon. Og síðasta komment sem einhver mann eftir frá honum að við erum Kúba Norðursins sem við samþykktum ekki ISF. Já, og hann var hérna ráðherra í ríkisstjórnar Jóhönnu. Og talað Skjaldborg heimilina. Nei, sko, þetta er bara allt rétt og satt og ég held að við eigum líka að horfa til þess að það líka bara fullt af fólki sem eru á almennu vinnumarkaði á svona, hvað maður segir, lægstu launaflokkunum sem að hefur það líka bara tildulega skítt. Já, því miður. Og í staðinn fyrir að horfa á einhverja aðra hópa þá erum við líka að horfa á vinnandi fólk. Við erum að koma með lausnir sem gagnast líka vinnandi fólki. Fólki sem að á lægstu töxtunum, sem á lægstu laununum og þá eru það einhverjar aðgerðir, skattalegi hvatar aðgerðir sem sko gagnast þeim líka. En hér erum við að búa til í rauninni hvata til þess að ákveðin hópur úr þessum hópi sjáu bara hagsinu betur borgið að fara bara á bætur. Já, það hægt. Þá hrynja kerfin innanfrá. Þá hrynja kerfin innanfrá. Við erum að horfa á þetta bara víðsvegar í Evrópu, sko. En til að svara spurningu Sigmundar svona einfaldan hátt, gerir almenningur sér grein fyrir hvert verið að fara? Ég held að það stuttasvari sé nei. Hvort sem að það sé í þessu máli, í Evrópusambandsleiðangrinum og það einmitt hættan að þegar að umræðan og upplýsingar til almennings eru af verulega skortum skammti með hvernig þessi þingsályktun tillögu lítur út
varandi til dæmis eins og Evrópusambandið, að þá gerir almenningur sér ekki grein fyrir því hvert er verið að fara. Þannig að stuttasvarið við þinni spurningu, Sigmundur, er nei. Þetta er það sem ég óttast. En okkur ber þá skylda til, er það ekki að reyna að minnsta kosti að koma réttum upplýsingum á framfæri? Jú, það er okkar verkefni og ég held að sko allt sem við sögðum, ég er nú upptekinn ennþá að þessum veiðigjöldum, allt sem við sögðum hér síðastlið vor og sumar er búið að raungerast. Já, og sagt fásina, sérhagsmunagæsla og allt þetta, fjórar fjölskyldur. Svo virðist vera núna er nýjasta mantaran hjá þeim að ef að stjórnarandstaðan er bara búin að tala í 2-3 klukkstundur eitthvað mál, að þá er þeir farin að sitja á samfélagsmiðluna við sem komin í málþóf. Og þú veist, þetta er allt eitthvað svo grunn, þetta er allt svo yfirborðskennd pólitík, hún byggir öll á einhverjum frösum, hvað var það, ræsa vélarnar, rjúfa kyrrstöðuna, svo var það hvað var það, tiltekt í ríkisfjármálum sem er náttúrulega alveg sko, eins hlægilegt og til er. Og sér náttúrulega blessuðsleggjan sem að breyttist í fiskirýslu. Þetta er svona, en sko á endanum, núna eru allir að fá einhverja tölvupósta frá skattinum og SMS-um hvort þeir séu búin að skrá kílómetragjaldið og endalaust, og þá bara hættir fólk að taka mark á þessum slagorðum sko. Þau bara koma þér áfram svo mikið sko, þau koma þér áfram mjög skamt. Þú kemst ekkit þú getur ekki stjórna heilli þjóð á einhverju slagorða smíð sko. En hættan er samt þessi Innihaldslaus. að þegar upplýsingar liggja ekki fyrir, umræðan er svona í felubúningi, efnahagsástandið er eins og það er og það sverfir að hjá fólki og það kaupir einhverja útskýringar að verður allt betra bara ef þú gerir eitthvað annað, til dæmis að taka upp evru og þá lækkar allt og þú varst nú með góða ræðu í dag eða kvöld Jens Garðar frá viniðinum í Hollandi sem að útlýstaði nú annað fyrir okkur heldur en það sem að er búið að segja almenningi hér, en hættan er til staðar og við sjáum þetta gerast í öllum málum sem að þessi ríkisstjórn leggur fram, að það er bara sögð svona hluti af sögunni og það er ekki farið ofan í málið til að segja hvað gerir síðan í framhaldinu. Og sko þjóð sem hefur byggt allt sitt á auðlindum, verðmætasköpun og byggir velferðina á verðmætasköpun, hún á mikið undir, en því miður óttast ég það að hinn almenni kjósandi sem ekki tengist verðmætasköpun á nokkuð einasta hátt, ég held að hann sé bara ekkit upplýstur og honum er kannski nokkuð sama líka og það er það sem er hættulegast. Já, en svona að því að nú fyrir að styttast í teipinu hjá okkur Hann byrjar alltaf á þessu. ég veit að þetta er bara þetta eru dýrari lengri spólurnar en 90 mínútna spólurnar. en Evrópusambandið, þessi umræða sem að kláraðist, við sitjum hérna Það er ekki alltaf verri gæð á 90 mínútna spólunum. Jó, mér þótti það nú sko. Mann Þetta kannski er þetta bara svona eins og litla kókflaskan í gleri og stóra, manni þótti svo litla betri en var örugglega alveg eins. En sko þetta kláraðist, við sitjum hérna núna á mánudagskvöldi, umræðan fyrsta umræðu Evrópusambandsaðildar vegferð ríkisstjórnarinnar, aðlögunarviðræðurnar kláraðist áðan, nú fer þetta inn til nefndar, umsögn, nefndavinna, kemur síðan aftur út. Allt er þetta nú að vera komið í einhver svona skipulagslega spennitregi hjá þeim upp á tímalínuna að gera, en svona hvað takið út úr þessum 3 dögum sem búið að ræða þetta? Sigmundur, þú byrjar, hvað þótti þér svona? Já, sko ávinningum að því eru þið búin að sjá dagskrá morgundagsins? Það er nefnilega áformað af hálfu þessarar sérkennilegu ríkisstjórnar okkar að fara beint í öll umdeldustu og vanhugsuðustu mál sem að þau hafa á sinni könnum. Og ástæðan fyrir ég nefni þetta er svo
að það tengist því sem mér fannst standa upp úr í umræðinu þetta Evrópusambandsmál. Þau vilja sem minnsta umræðu. Þau vilja keyra málin sem hraðast í gegn með sem minnstri umræðu og sem minnstum upplýsingum. Og í Evrópusambandsmálinu þá, eins og Tóti ræktur mjög vel hérna áðan, þá er þetta allt byggt á einhverjum frösum, einhverju yfirbóðsmennsku. Já. Og ég minni á það að við fengum fyrst að heyra af þessu, þingmenn hér og þjóðin, sem þeim þykist allir taka marka á, við fengum fyrst að heyra af þessu í erlendum fjölmiðlum, sem höfðu það eftir heimildamönnum sínum í embættismannakerfinu í Brussel, að ríkisstjórn Íslands ætlaði sér að, eins og þeir skildu það, halda atkvæðagreiðslu að sækjum aðild að Evrópusambandinu í ágúst í sumar. Og ég sitt í utanríkismálanefnd. Þetta var það fyrsta sem við heyrðum af þessari dagsetningu eða nánari skýringar á þessum áformum þeirra sem að ganga auðvitað þvert á sem lofað var fyrir kosningar. En þau vísa í að þetta kom fram í þings, hvað heitir þetta þarna, stefnuyfirlýsingunni? Já, samstarfssáttmálanum held ég að þetta sé kallað þeim. En reyndar ekki í þingmálaskránni. Alls ekki. Alls ekki. Og þar ber ríkisstjórn að gera grein fyrir helstu málum sínum á því þingi sem það var að hefjast. Þetta var ekki þar. Mér þykir fyrir viki blasa við að þessi ákvörðun hafi verið tekin í skyndi þegar ríkisstjórnin var lent í mjög verulegum vandræðum með sín stærstu mál, verðbólgu, vexti, húsnæðismarkaðinn, efnahagslífið, það að ná tökum á stöðinni hér heima. Og á sama tíma lenti í innbyrðis deilum, hrossakaupum flokkana sem hver var að reyna að óta sínum tóta. Og þá er tekin þessi ákvörðun, rétt eins og þú nefndir áðan Bergþór, varðandi veiðigjöldin sem komu akkurat óundirbúin þegar að ríkisstjórnin var lent í krísu út af einum ráðherra sem að ég vil reynda að láta fylgja sögunni að það var fyrst og fremst lágandi gagnrýni frá sínu eigin fólki í meirihlutanum. Það var bara valkyrjurnar hendinni fyrir lestina. Algjörlega, heldur fund og ákvað að færa fórn. En þá þurfti aðra umræðu og þá var farið í veiðigjöldin á þess að þau væri tilbúin. Og nú er farið í þetta ESB-mál á þennan ótrúlega sérkennilega hátt. Ekki sett í samráðsgátt stjórnvalda sem var svona hugsuð til þess að almenningur fengi að koma að málum. Þjóðin fengi að segja sitt, jafnvel áður en að þingið tæki málið fyrir. Nei, þjóðin sem að sögn á að fá að ráða, hún átti ekki að fá upplýsingarnar. Hún á að skera þetta í sumarfríinu sínu. Og þingið, við eigum víst að hafa sem minnsta skoðun á þessu, við megum ekki tala mikið um þetta. Það er línan sem við erum að leggja. Já, og af hverju það? Og það er megin punktur minn með þetta og mat mitt á umræðu síðustu daga. Það er vegna þess að þau þola ekki umræðu um það. Því allt á þetta byggjast á umbúðunum yfirborðsmennskunni og ef að umræðan verður of mikil eða hún fara að snúast um raunveruleikann og innihaldið, þá óttast þau það. Með öðrum orðum, þau óttast þjóðina. Þau treystin ekki fyrir upplýsingum. Og ég verð að bæta einu við, áður við hleypum okkar góðu gestum með þetta. Mér finnst þetta niðurlægjandi fyrir Ísland og fyrir Alþingi að við séum eina landið sem situr uppi með stjórnvöld og það ekki fyrsta skipti sem telja sig geta stjórnað á grundvelli hreinna blekkinga. Blekkinga sem ganga gegn því sem að Evrópusambandið sjálft hefur ekki bara útskýrt, heldur framfylgt í 30 ár frá því að var til sem slíkt. Meira en það. Ganga gegn öllu sem var reynt að útskýra fyrir okkur sem að vorum hér að þingi 2009 til 2013 þegar fyrri vegferðin var farin með engum árangri.
og gengur gegn heilbrigði skynsemi. Og nú skal ég fara að sleppa orðinu, en ég verð líka að gera athugasemd við það að fjölmiðlar á Íslandi, og ég er ekki að setja allan sama hatt, alls ekki, en að það séu til hér fjölmiðlar, jafnvel mætti setja ríkismiðlinn með í þann hóp, sem að í stað þess að leita sannleikanum og útskýra fyrir fólki hvað snýr upp og hvað snýr niður, taka þátt í blekkingunni. Já, strákar, hvernig slærið ykkur? Tóti, þú byrjar. Maður er nú svona næstu því orðlaus og hugsi eftir ræðu Sigmundar Davíðs hérna, en ég held að hann hafi nú nálgast sannleikann all óþyrmilega í sinni ræðu hérna, við orðaði bara þannig. Ég met það nú þannig að ef við horfum á þau mál sem er til umræðu á morgun, þeim málum sem var útbýtt í dag, og við vitum líka hver er dagskrá þingsins, það er að segja það er þessi vika, það er næsta vika, síðan förum við í hálfa mánuði í páskafrí. Komum hérna aftur 13. apríl, verðum út apríl, síðan eru 2 vikur í frí fyrir sveitarstjórnarkosningar. Ef ég man þetta rétt, þá komum við aftur saman 18. maí og þingi á að ljúka 12. júní. Það eru gríðarlega stór og þung mál sem var verið að útbýta í dag, til dæmis lagareldis frumvarpið. Það er bara mál sem þarf gríðarlega vinnu. Nú tala ég að þó nokkru reynslu, hafandi verið formaður atvinnuveganefndar, hafandi fengið svona mál í fangið að mig minnir 1. apríl eða hann í lok mars 2024. Jú, eitthvað er búið að laga þetta til, en ég er svo sem ekki búin að fara í gegnum þetta almennilega, en það mál þarf gríðarlega vinnu og verður umdeilt. Nú, við vorum að fjalla hérna mál sem að tengjast sjávarútvegi, sem tengist þá þessum félagslega potti. Á morgun er launavísitalan, var ekki líka á eitthvað varandi vegabréfsáritunum. Síðan er risamál og síðan er nú brottfarastöðin sem er leiðis. Síðan var nú nefndaráliti útbýtt í dag sem að, hvað heitir aftur Bergþór, sem Í sóttvarnalögum? Sóttvarnalögin. Það er risamál. Og öll þessi mál þurfa umræðu. Þetta er bara brot af því sem er verið að tefla fram núna. Bara skjóti inn í, bara hjá þetta Tóti, bara svo er samgönguáætlun og fjármálaáætlun. Já, fjármálaáætlun kemur í apríl. Hún kemur 14. apríl. Er það niðurstaðan að hún verði á réttum tíma? Já, við vitum það nú ekki. Sjá það, en þau segja það núna. En það er samgönguáætlun, það er ramminn. Og þú veist, það er gríðarlega stór og mikil mál til umfjöllunar núna næstu vikur. Af þessum vikum sem við erum að horfa á fram til 12. júní er þingið mánuð í burtu. Já. Myndin sem þú ert að teikna upp hérna, Tóti, varandi svona tímalínuna til 17. júní, er í raun svo að þetta er allt orðið mjög klemt og fyrsti tíminn er bestu fyrir ráðherrann að byrja að höggva málulistunum sínum og það er ekki víst að dugi. Nei, og maður veltir í fyrir sér hver er tilgangurinn. Nú hefur það löngum verið þannig, nema í fyrra, að það besta sem gerist fyrir stjórnvöld eða ríkisstjórn hverju sinni, það er að koma þinginu heim sem fyrst. Nema í fyrra, þá var þjóðin með þeim þegar við vorum að berjast í veiðigjöldunum. En þessi mál sem
eru til umfyllunar núna eru ekki þess eðlis og þetta þekkir maður eftir að hafa verið í meirihluta. Það besta sem gerðist það var það að losna við þingið. Já, það er bara, það er þekkt regla í þessum bransa. Regla og þannig að það verður mjög fróðlegt fyrir þingflokksformenn að eiga við þingflokkssamninga þegar að þeim kemur þegar að fer að styttast verulega í vegna þess að það er í mínum huga algjörlega útilokað að öll þau mál sem að verður vantilega dreift núna fyrir 1. apríl komast mjög tæplega. Það er útilokað. Það er útilokað. Jenny, hvað segirðu? Ég svo sem tók nú aðeins hérna ræðun áðanum með Evrópusambandið og rauninni hvað svona í kjarnanum mér finnst þetta að vera og ég held einmitt að sko, hér á ferðinni ríkisstjórn sem komin með allt í skrúfuna, orðin hrædd við þjóðina en býr svo til sko orðræðunum að við treystum ekki þjóðinni sem náttúrulega aðeins til að skjóta inn hérna, sko, mín tilfinning svo að ríkisstjórnin sé núna eftir rúmt ár síðan hún var skrúið saman hún sé komin á svona svipaðan stað hvað innbyrðis mein varðar eins og það tók ríkisstjórn Bjarna, Kötu og Sigurður Inga að það tók þau 5 ár að komast á þann stað svona, eftir 1 ár af seinna kjörtímabilinu það sem svona pirringur og vantraust var farið svona að verða áberandi þó að væri kannski svona meir áberandi hér innan hús sko. Sást kannski ekki á þá sem fylgdust bara með fjölmiðlum en mér finnst orðin stuttu þráðurinn svona í býsna mörgum málum innbyrðis á milli flokka. Já, og þau eru bara réttur rúmlega árskömmul og síðan að koma hérna mál inn þar sem að bara sumir þingmenn sko eins og núna í Evrópusambandsumræðunni þá bara hverfa þingmenn Flokks fólksins og vilja ekkert kannast við þetta og bölsótast út í þetta mál. Sigurður Pálmason eini þingmaður Flokks fólksins held ég sem fór í ræðu 5 mínútna ræðu eitthvað svo leiðis og það er rétt. Kunnum honum þakki fyrir. Inga Sæland tók ekki þátt í umræðunni en lenti í fyrirspurnatíma fyrir að svara og sagði kæmi engum við hvaða skoðun hún hefði. Ég náði ekki að fylgjast með fyrirspurnatímanum. Ég held þetta bara hefði rangt eftir henni haft. Nei. Sagði hún þetta í alvöru? Alveg hreint. Skýrt. Var hún búin að fá sér? Nei. Þetta er svo gali komment sko því að þetta er flokkurinn sem sko gargaði hér sko allan bæ að þau allir sko aldeilis ekki að opna neitt í þá veru að Þú ert ráðherra í ríkisstjórn og þú segir að það kom einhver við hvaða skoðun þú hefur í málum. Já, sko formaður í flokknum sko, sem gerir sko þeim það mögulegt að ná þessu í gegn sko Viðreisn og Samfylkingu og sérstaklega Viðreisn. Og lýsti því yfir fyrir kosningar að ekki aðeins var hann á móti Evrópusambandinu. Flokkurinn væri líka á móti því að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu málið. Og þá var ekki búið að finna upp þessa fyrstu spurningu sem að þau eru að nálgast með. En veitu, á ekki bara Kristrún skilið að sko vinna þessa kosningi í ágúst, sitja uppi með það allan sinn pólitíska feril að vera að vasast í þessu rugli? Já, sko, það er alveg að teiknast upp. Væri það ekki bara gott á hana? Það er að teiknast upp mjög athyglisverð mynd með að við hvernig glamúrin og ljómin var í kringum þessa ríkisstjórn og allt þetta og rosa gaman og mikið hæp og það átti nú heldur betur að bjarga Íslandi og það er alveg rétt sem hún segir Beggi, þetta er búið að súrna sko á sko þau eru búin að slá sko drengjamett í súrnun og millitíminn er sko alveg ótrúlegur hjá þeim að það er bara búið að taka nokkra mánuði fyrir að verða mjög súrt. Maður finnur það bara hér í þinginu hvað þetta er allt orðið svona erfitt gleðin er farin samstaðan er farin og svona ráðherrarnir þeir svona koma hérna fara að flytja málin sín og svo vilja helst bara losna út úr húsi sem fyrst þannig að það er svona hvað maður að segja þetta sem þau byrjuðu með það er löngu gufað upp og það virðist vera sem að svona í rauninni arfleið það er að teiknast upp einhver sko furðuleg arfleið fyrir Kristrúnu Frostadóttur með þessa ríkisstjórn og ég held að hún geti náttúrulega sjálfum sér kennt að hafa orðið forsætisráðherra og hafa dregið Flokk fólksins að borðinu sko sem að þá getur ekki búist við að það verði glæsileg arfleið út úr slíku ríkisstjórnarsamstarfi sérstaklega ljósi þess
þegar að þú ert með mál og þú ert með annan flokk sem vill fá eitt mál í gegn, þú veist bara Viðreisn stofnuð utan 2 mál, það er jafnlaunavottunin sem var galinn og svo er það þessi Evrópusamband, það er þetta tvennt sem að Viðreisn er í kringum og þegar þú situr einhvern veginn upp með eitt flokk með eitt mál og annan flokk með sko nokkur galinn mál og þú þarft að hleypa þessu öll í gegn og þá veltir maður fyrir sér og fyrir hvaða arfleið er það fyrir hana, af því að ekki er það efnahagsmálin, af því að þau eru öll komin í skrúuna og efnahags ákvarðanir sem þau eru búin að taka og kemur náttúrulega bara í ljós að þó að þau máli sig upp sem mikla hagfræðing og annað, að þá eru þau bara að akta eins og hreinræktaðir vinstrimenn og þau líta á efnahagsmálin út frá sem eins og hreinræktaðir vinstrimenn. Þau eru ekki að auka verðmætasköpun, þau líta bara á að verðmætasköpunin standi í stað og þau ætli að eyða meiru af almannafé og þá sé það bara gert með hærri sköttum. Ég hef ákveðin skilning á því að Viðreisn sé orðin súr í þessu samstarfi. Þau auðvitað sitja uppi með það að halda á og leiða hér í gegnum þingið öll þessi albrjáluðustu mál sem Flokkur fólksins kemur með að borðinu. En sko... Formaðurinn verður reynda lítið var við það því að hann er bara í Brussel og svona almennir þingmenn sitja svolítið uppi með þetta að koma þessum málum hérna í gegnir í þingi. Já. En er ekki sko, er Viðreisn ekki búin? Ef að niðurstaðan verður nei í ágúst eða bara faraðu í einhverju svona endurlífgun aðgerð og finna sér nýtt erindi. Ef verið að reyna að hjálpa þeim, það var reyndar áður en að tilkynntum með það núna. Ég verið að reyna að safna hugmyndum að málum fyrir Viðreisn öðrum en Evrópusambandinu og ég hef auglýst eftir þessu og ég bið fólk sem að vil taka þátt í þessu átaki með mér að senda ekki einhver mál sem að munu augljóslega ekki virka fyrir Viðreisn, ekki senda, þú veist, taka upp að berjast fyrir skattalækkunum eða eitthvað svona, sem að við vitum að Viðreisn... Þau vilja það ekki. Nei, og ekki minna bákn eitthvað slags. Eitthvað... bara góð vinstri mál. Já, eitthvað sem geti hendað Viðreisn. Og þau getu svona nota til að sætta sig við það ef að Evrópusambandsmálin detta upp fyrir hjá þeim. Já, en þetta getur ekki verið einfalt líf að vera í flokki sem er einmitt stofnað bara utan þetta mál, eitt og sér. En það merkilega við það er samt að nú kemur á daginn að því litla leyti sem að þau hafa tjáð sig við þingið, utanríkisráðurinn hefur aðalega tjáð sig í fjölmiðlum og þau gera það sum á samfélagsmiðlum. En það merkilega við það að þessi flokku var stofnaður þetta mál og í raunin ekkert annað. Og þetta hefur verið tilgangur fyrir lífinu, en samt haldaðu því fram núna að það sé bara algjör ráðgáta hvað felist í því að ganga í Evrópusambandið. Það er bara þeim þykir það mjög áhugavert að rannsaka það. Þetta er bara eitthvað framhaldið eins og sem ég við geimverur, sem við nú bara kynnast. Já. Heyriði, en ég verð að skjóta inn, Tóti var hann að rétta mér síman sinn og var það búin að finna frétt það sem ég trúði ekki áðan viðbröð Ingu Sæland við því að vera spurð afstöðu til Evrópu. Er það komið á liðnum og þættinum hefur borist bréf? Þættinum hefur borist bréf og hérna er vitnað til spurningar Bryndísar Haraldsdóttur í fyrirbundna tíma fyrir í dag. Og Inga svarar, staffirug, á ég ekki bara að fara með seðilinn hérna niður Austurvöll í beinni útsendingu til að sýna öllum hvernig ég ætla að greiða atkvæði? Er ekki allt í lagi? Ég hef aldrei heyrt aðra eins fyrirspurn á ævinni. Þetta bara gefur ákvörðan engum við hvernig ég greiði atkvæði, sagði Inga. Hvað er þetta? Þetta er formaður flokks. Þetta er hreint með ólíkindum. Þetta er bíóið sem við búum við hérna alltaf dag. Já, en þetta er sko með algjörlega með ólíkindum vegna þess að hér er talað atkvæðagreiðslu í risastóru máli þar sem að þjóðin á annarkvort að segja já eða nei. Hún er formaður í flokki sem hefur lýst yfir andstöðu við inngöngu í Evrópusambandið. Ásthildur Lóa var hér í umræddur þætti í Silfrinu fyrir viku síðan. Já. Þar sem hún bara sagði, ég hef alveg klárað því, ég hef engan áhuga því að fara inn í Evrópusambandið. Síðan kemur formaður flokksins og við þekkjum, ég ætla ekki að vera nægberinn af fólk sem er í þessu flokki en sko mörg þeirra sem ég þekki ágætlega hafa lýst yfir það komur aldrei til greina að fara inn. Síðan kemur formaður flokksins
lýsir þessu yfir, það komið það bara engu við. Sko, þetta lýsir... Ætlar hún að taka þetta í leynilegri atkvæðagreiðslu málið? Náttúrulega eftir verðinu, ég meina forsætisráðherra sagði nú í speglinum, hún ætlaði að selja landið fókdýrt. Já. Þannig að ég held að það kannski veltur á því hvað Inga muni gera. Já, mér finnst þetta mjög sérstakt svar því að ef að það snýst það að fólk á sér annarkvæmt já eða nei og síðan á bara að setja markmiðin og eftir samningsmarkmiðin, hver verða þau? Hún í flokki sem á móti. Mér finnst bara alveg eðlilegt að fólk lýsi sinni skoðun á því hvar þau standa í þessari atkvæðagreiðslu. Skárra væri það nú ef þú ert einn þriggja formanna stjórnarflokkana. Já, alveg, mér finnst bara lágmark og kurteisi við þjóðina, sko. Vegna þess að viðkomandi aðili hefur ekki verið óspar á það að lýsa því yfir að hún treysti sinni elskulugu þjóð og ástinni og lífinu öllu saman, sko. En svo megum við ekki gleyma einu og svona skemmtileg færsla sem var á fésbókinni hjá flokkagrúpu Viðreisnar og Samfylkingarinnar, flokksystkini þeirra í Evrópu, ég man ekki hvað það heita, eitthvað Sósíaldemókrats eitthvað, Europe, á Evrópuþinginu þar sem þau fögnuðu því að nú var í Íslandi að fara sem sagt í atkvæðagreiðslu í ágúst hvort að þetta gangi í Evrópusambandið. Já. Þetta telja allir vera stöðuna. Og við þessa færslu líkaði Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuráðherra. Þannig að hún greinilega lagði samanskilning í spurninguna eða ég veit ekki og það er bara í öllum Hún lækaði færsluna. Já, hún lækaði færsluna og það sem að er svolítið spaugilegt er að sjá að þetta að vita meira og treysta þjóðinni og kíkja í pakkan í allir þessi frasar. En svo út í Evrópu þá líta menn bara á þetta sé að því að þarna hefst hinn formlega aðlögun. Já. Núna mun allt stjórnkerfi verða undir í það að aðlaga öll kerfi á Íslandi og annað því að það dettur engum í hug að einhver þjóð sé einhverju bjölluati og það dettur engum í hug að einhver þjóð ætli bara svona kíkja í pakkan og bara halda áfram að spjalla en vera raunin ekki komin í þessa vegferð og þetta er einhverjum í huga að þú gerir kaupsamninga íbúð það ætta kannski samt ekki til jafnvel að kaupa hana þú veist, en við erum bara komin í kaupsamning og það er í rauninni eina sem semur jafnvel í kaupsamning er mögulega hvenær greiðslur eiga sér stað en þú ert að fara að kaupa íbúðuna Já. Og þannig lítur Evrópusambandið á þetta er verðið og það er kannski hægt að semja tímalínunar og þannig eru bara alla fréttir út í Evrópu sem við erum reynda búin að fá fréttir af þessu máli eins og Sigmundur bendir á allir fréttaflutningur af þessu máli hefur komið úr erlendum fjölmiðlum sem mér finnst náttúrulega fyrir neðan allar hellur og að í Evrópu skilja mér þetta bara þannig að við séum að fara að greiða atkvæð það að gangi í Evrópusambandið. Já, það er ekki... Og allar þessar síður eða þræðir Evrópusambands sinna samtaka þeirra sem voru fyrstir ásamt fjölmiðlunum til þess að segja frá því að Íslendingar væru á leið í ESB og ætlaði að fara í þessa atkvæðagreiðslu að ganga inn í ágúst. Þeir hafa núna verið að fagna þessu eins og þú nefnir þarna einhvern sósíaldemókratíska þráð. Og það eru fjölmiðlar og fleiri Já, og meiri sé að vísa núna í könnun Gallup á Íslandi þessa 48-52% könnun. Það er ekki alveg 70-30. Það er ekki alveg 70-30 og 48-52 er reynda líka mjög áhugaverð skipting af því að forsætisráðherrann tók það sérstaklega fram að slíkt væri ómöguleg staða en þeir sem er að segja frá þessu segja, heyrðu, það er bara komið meiri hluti fyrir inngöngu Íslands í ESB. Hann er naumur, við þurfum að berjast í þessu en fullir að það að spurningin hafi verið viltu ganga í Evrópusambandið. En spurningin var ekki svo. Hún var þessi furðu spurning ríkisstjórnarinnar, viltu halda áfram að spila við ESB? Það var líka í frægu viðtali Kristrúnar í Tears After Dark sem nú oft búið að vitna í, þá segir hún að það sé gríðarlega mikilvægt að ná líka breiðri samstöðu meðal verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. Ég heyri það nú ekki á Sólveigu Önnu að hún sé sérstaklega kynkeypt fyrir þessari vegferð
og núna síðasta skoðanakönnun sína að sko 60% af 1400 félagsmönnum samtakaðinarins, að þá eru 60% andvíg andvíg þessari vegferð. Þannig að ég þarna sér maður, þetta er bara eiginlega að fara að minna á Steingrím J þegar hann sagði kvöldið fyrir alþingiskosningar, hann myndi aldrei gangi í Evrópusambandið. Aldrei, aldrei, aldrei. Svikið, sko. Já. En það er samt, ég þarf að bæta henni við hérna, vegna þess að það er eitt sem að við erum að tala um upplýsingar til almennings og viðhorf almennings. Núna komum við hérna úr norðaustur og Bergur, þú ert fyrirverandi norðvestur og ert til að norðvestur. Þú sért í öðru kjördæmi. Við ætlum að reyna að ná honum með í kjördæma. Já, hann fær að koma með í kjördæmaviku í norðaustur, það er alveg klárt, en ég ætla nú ekki að ræða um það núna, en ég met það þannig að til dæmis í kjördæminu okkar í norðaustu kjördæmi, þar kemur mér ekki óvart að það væri svo 70-80% sem myndu segja nei. Já. Ég held að það sé svona tiltölulega varlega áætlað. Vísu er það kjördæmi þannig skipað að þar eru 6 stjórnaranstæðingar af 10 í því kjördæmi. Ég met það þannig að það geti myndast ákveðin gjá í þessari atkvæðagreiðslu sem snýr að því að þetta verður landsbyggðin höfuðborgarsvæði. Og verkefni verður ærið, hvað það varðar, að upplýsa sérstaklega yngri hópinn af samfélaginu það hvernig það á að kjósa. Ég held að það sé óumflýjanlegt að þessi atkvæðagreiðsla hún verður. Ég held að það sé, ég allan horfa á þannig og við höfum ekki talað gegn því, allan ekki við framsóknarmenn. En við erum alveg klárið því að við ætlum að segja nei. Og það er stóra verkefnið. En segja nei við hverju? Áframhaldandi viðræðum. Já. Það er alveg ljóst. En verður ekki að breyta þessum spurningum og mögulega einhverju fleiru til að sé raunverulega boðlegt að gera kröfum það almenningur greiði atkvæðum þetta? Já, það er náttúrulega fyrsta lagi að útlista hver eru markmiðin ef þú ferð á stað og síðan liggur það held ég nokkuð ljóst fyrir eins og búið að fara vel hérna yfir bæði hjá Sigmundi og Jens Garðari hvað það varðar að það er lítið á þetta sem aðildar umsókn. Já, það gera það allir nema. Þess vegna þegar við erum að tala um að ríkisstjórnin sé hrædd við þjóðina. Hún er hrædd við þjóðina að ræða efnahagsmálin. Hún er hrædd við að taka þessa umræðu og vil gera það bara hér inn í mitt sumarið. Þannig sem þýðir það að heilu og hálfu tjaldsvæðin verða að rífast þetta í júlí eða vonandi ekki. En það sem að ég hef bara, við höfum alltaf sagt við hvað eru þau hrædd? Akkur komaðu ekki bara með hérna einu réttu spurningu? Viltu gangi í Evrópusambandið? Það er eina spurningin, hitt er bara eitthvað skúespil. Og þú átt bara að spurja þjóðina, viltu gangi í Evrópusambandið? Og þá gengur fólk að kjörborðinu með mjög skýra spurningu. En þetta, og ég tala ekki ef að upplýsingagjöfin á að vera sem minnst, að það er best að fólk viti sem minnst að því við viljum vita meira. Þetta er allt þetta er orðið svo mikið fíflagangur Af því við viljum vita meira þá er best að fólk viti sem minnst og það kýsum að vita meira. En þannig upplifum maður. En við erum auðvitað bara í þeirri stöðu, bara eins og við höfum verið í gegnum þessa umræðu, fyrstu umræðu, bara heyrðu, kíkjum í þennan pakka, hann er galopinn, þetta liggur allt fyrir og en kíkjum í hann áður við greiðum atkvæði nokkuð skapaðan hlut og hefjum aftur einhverjar áframhaldandi aðlögunar viðræður eða bara, aðlögunarferli sem að býður eftir lok ágúst. Það hlýtur líka að vera umhugsunarefni fyrir Evrópusambandið sem horfir á þetta bjölluhatt að hér er einhver ríkisstjórn og það er greinilega búið að semja við að þau séu bara að halda áfram það sem frá var horfið. Þrátt fyrir að við séum hvergi á neinum heimasíðum eða neinstaðar skráð sem umsóknar ríki. Hvergi. En allt í einu erum við samt orðin það. Og þetta er náttúrulega einhverjir bara baktjálta samningar niður í Evrópu að setja okkur sem umsóknar ríki til að reyna að stytta þetta ferli.
og þá velti maður fyrir sér sko, Á saman tíma segðu að samningsstaðan sé miklu betri en núna. Samningsstaðan. já, hún hefur ekkert breyst. Nei, en fyrir samt ætlaðu að samþykja allt sem Össur er búin að gera. Já, Byrja þar. Já, og sko, það er sko það sem að mér finnst sko verða líka að koma fram í þessu og það sem að sko utanríkisráðherra hefur talað alveg sko talað mjög mikið og þau tala mikið breyttur heimur, öryggis og varnarmál, allt hérna fara að blanda öryggis og varnarmálum inn í þessu umræðu sem alveg galin, af því að Evrópusambandið, sko, við erum með tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin, við erum búin að vera með það núna í 75 ár, 5. maí þá eru komin 75 ár, 3 aldarfjórðungar. Það er ekki ástæðalausu að vera með tvíhliða varnarsamningu við Bandaríkin. Það er að því að lega Íslands gerir það að verkum að við erum inn á áhrifar varnarsvæði Bandaríkjana þegar kemur að vörnum Bandaríkjana sjálfra. Það er ástæðan. Það er ástæðan og hún skilur okkur frá Króatíu eða Slóveníu eða Tékklandi eða Austurríki sem eru ekki inn á þessu áhrifasvæði varandi varnir Bandaríkjana sjálfra. Og það er ástæðan fyrir því að stærsta herveldi heims er með tvíhliða varnarsamningu okkur. Og það er engin betri fælingamáttur hvað varðar varnir og öryggi en að hafa þennan tvíhliða varnarsamning og fara að tala eitthvað varnar- og öryggisbandalag sem er svo mikið della í ljósi þess að Evrópa á nóg með það að reyna einhvern veginn að hjálpa bara Úkraínu í því sem þeir eru að díla við að halda þá að þegar ef sú staða kæmi upp að þeir myndu koma okkur til bjargar. Þetta er algjörlega absúrt og ef það væru einhverjar aðrar 3 þjóðir sem kæmu okkur til bjargar í Atlantshafi að þá er það Noregur, Bretland og Kanada og ekkert af þeim er í Evrópusambandinu. Og svo eigum við bara ekki að blanda þessu saman að við getum verið í öryggis og varnarsamstarfi við alla og ömmu þeirra þess vegna. Það hefur bara ekkert með það að gera gangi Evrópusambandið. Þetta eru bara 2 aðskildir hlutir. En á sama tíma vilja utanríkisráðherrann leggja sig fram við það að pirra Bandaríkjamennina. Ég meina hún fór til Bandaríkjanna og hvað hitt hún einhverja, ef þeir hefðu átt vara þá hefði hún hitt þá. Hún hitti bara allt eitthvað fólk sem að hétt nógu mörgum vara. Aðalmaðurinn sem var vara utanríkisráðherra. Eitt vara. Hann ætlaði að hitta hana en þeim fundi var aflýst. Já, hann var tvíbókaður. Hann var tvíbókaður, já, einmitt. Það er engin okkar lett í því. En það sem er nú kannski líklegast til þess að pirra í raun alla bandamenn okkar eru þetta gönulhlaup með Suður Afríku vegna ástandsins á Gaza. Já, galið mál. Alveg. Já, með einhverjum vanþróðum. Egyptalandi og Súdan og einhverjum fleirum. En sósíalistarnir á Spáni, þeir eru með Viðreisn í málinu. Já. Reyndar ekki Kanada, ekki Bretland, ekki Þýskaland, ekki Bandaríkin sem að þeir hunn með en engin skandinavísku þjóðana. Kunna vel þessi vinna. Já. Þetta vinunum skaltu þekki þá. Nei, þetta er alveg galið en meira af því sama, Heyriði, en eru ekki að vera nokkuð góðir? Erum við búin að ná hálftíma? Við erum, næsti hálftími verður 70 mínútur. Það á ballinu fyrir. Það var mjög áhugavert vegna þess að fyrir 28 mínútur síðan þá voru við stutt í teipinu. Já, ég er galdramaður þegar kemur að því að tegja teipinu. Já, heldur betur. Heyriði, kæru vinir, Jens Garðar Helgason, Þóra Ingi Pétursson, frábært að fá okkur hérna í heimsókn. Þetta var þáttur númer 134 af Sjónvarpslausum 50. Við mætum hér aftur galvaskir, ég og Sigmundur Davíð í næsta þætti. Kannski verða gestir þá líka. Ég vona að líði ekki 134 þættir þannig að ég fæ að mæta næst. Nei, það er loforð. Það er bara 34 sem ég var síðast. Já. Tóti mætti hérna í afmælisþáttinn, 100. þáttinn og gerði stórgott mót þar. Herriði, en bara kæra þakki fyrir að koma og við þakkum fyrir, kæru áheyrendur og heyrumst sem fyrst aftur. Bless í bili.